Til eru margir mismunandi orkugjafar og á Íslandi henta sumir betur en aðrir. Íslendingar hafa notast við marga orkugjafa, þar á meðal mótekju, innflutt jarðefnaeldsneyti og jafnvel kalk sem fengið var úr Esjunni. Rafvæðing Reykjavíkur hófst skömmu upp úr 1900. Fyrsta vatnsaflsvirkjun landsins var reist við Hamarkotslæk í Hafnarfirði árið 1904. Afl hennar var 9 kW en til samanburðar afl Búrfellsvirkjunar 270.000 kW. Elliðaárnar voru virkjaðar árið 1921 en sú virkjun var fyrst til að ná 1 megavatti af afli. Þessi orkugjafi fékk góðar undirtektir Íslendinga og virkjunum fjölgaði um allt land. Ljósafossvirkjun var tekin í notkun árið 1937 með 8,8 megavatt að afli og Írafossvirkjun hóf starfsemi árið 1953 og var 31 megavatt. Fyrstu vatnsaflsvirkjanirnar voru aðallega byggðar til að sjá Reykvíkingum fyrir raforku sinni. Í dag byggist orkubúskapur Íslendinga á jarðhita, vatnsafli og innfluttu eldsneyti. Tilraunum með nýja orkugjafa fer fjölgandi. Sem dæmi má nefna vetni og rafmagnsbíla sem láta æ oftar á sér bera á götum Reykjavíkur.